Já, ég held í úrslitakeppni góðan á stað og þið náðu sigur í fyrsta leik. Var þetta svona eins og þú hafðir óskað þér? Já, þetta er gott að ná sigur í fyrsta leik. Bara við sem vorum búin að stúdera rosalega vel í alla vikuna. Þannig að það kom okkur ekkert á óvart það sem þeir voru að gera þannig. Þannig að þetta bara tókst hefnaðist vel sem við ætlaðum okkur að gera. Þið haldið þeim í 66 stigum. Var það vörnin sem skipti máli? Já, er það ekki alltaf þeir eru mörgum úrslitakeppni? Það er vörnin sem skilar þessu. Það er það sem við gerðum í dag. Þú erum að talsverða breidd og ég sá að þú ert með Emma á bekknum allavega eða ekki í byrjun og getur okkur sagt frá strákunum þínum? Já, ég er búinn að vera að nota liðið mjög vel í alla vetur og ég treysti þessu stráku til að koma inn á og skila flottum mínútum og ég nýti það náttúrulega meðan að hitt lið þeir eru reynda með ágætis breidd svo sem Breiðablik en ég vildi verið að vera í vetur að hitt lið hefur ekki verið með eins mikla breidd. Þá hefur við náð að keyra hraðan og náð í rauninni að vinna þetta svolítið á hraðan sko. Og svona tókst kannski ekki alveg í upphafi í þessum leik en tókst síðan í seinna leik. Erlendi leikmaðurinn Sims var með læti á köflum. Hvernig leikmaður er það? Hann er rosa fjölhæfur. Hann getur mest allt og mér finnst hann er miklu betur á æfingum heldur en er í til dæmis leikjum og mér finnst hann eiga hellinginni. Hann á svona kafla sem hann sýnir rauninni það sem hann getur en hann á mikið inni, finnst mér persónulega. Hvað með Blikana, hvernig þú setur hún að skoða þá svolítið vel og hvar liggja þeirra styrkleikar á þínum mati? Það er náttúrulega fyrir utan, skotmið fyrir utan og síðan náttúrulega með Steina þarna inni sem er hörkunagli og númer 1 og 3 og bara djöflast og eins og í þessum leik, þá voru rótiringarnir í lagi, vorum að rótira vel, vorum að doppeltíma og vorum að gera þetta bara mjög vel, sérstaklega í seinni hálfleik. Og það er það sem við verðum að gera, þeir eru með flottar skotmenn fyrir utan. Næsti leikur er í Smáranum, við hverju býstu þar? Ég hugsa að þeir komu bara dýrvillisir. Ég hugsa að þeir komu ennþá grimmar heldur en við gerðum í dag. Þeir er náttúrulega á heimavelli og ég hugsa að verði nú einhver stemningu svo var hjá okkur hérna. Þannig að það verður bara erfitt.